Helgi hefur gert daginn í dag 23. ágúst að minningadegi fórnarlamba alræðis í Evrópu, en þennan sama dag árið 1939 gerðu Hitler og Stalín griðasáttmálann sem hleypti af stað heimsstyrjöldinni. Í dag verður því opnuð myndasýning í Þjóðarbókhlöðunni undir yfirskriftinni Heimskommunisminn og Ísland. Einnig verða 2 fyrirlestrar í tengslum við opnunina, en þar mun Dr. Pavel Ukielski, forstöðumaður safnsins uppreisnina í Varsjá árið 1944, flytja fyrirlestur sem heitir Pólland undir oki nasisma og kommunisma. Hann mun einnig sína myndband sem safnið lét gera þar sem Varsjá endurgerð í tölvu. Today we have the anniversary of the Hitler-Stalin Pact, so the pact between 2 totalitarian regimes. Poland was between them. It was divided by those cruel regimes in 1939, and the Second World War began with that. And I will try to explain the difficulty of Polish situation in 1939 and in coming years of the Second World War. Because for the Central Europe, Second World War meant a little bit different thing than for the Western world. It was not that simple event that it was fight between good and evil. There were 3 sides, 2 totalitarian regimes and the world of Western democracies, and the system of alliances changed in 1941. And it is very often forgotten, and this Polish and Central European perspective should be better known abroad. I will tell also about the Warsaw Rising, the last Polish attempt to survive, to regain independence in the face of closing Soviet army. Unfortunately, the Soviet army stopped the offensive and led the Germans to suppress the Warsaw Rising in 1944. Almost 200,000 victims and completely destroyed city were the results of the event in Poland. Tuttugu og 4 ár í dag frá því að íbúar Eystrasaltsríkjanna mynduðu keðju þvert yfir Eistland, Lettland og Litáen. Krafist var sjálfstæðis frá Sovétríkjunum. Þingmaður frá Íslandi sem tók þátt í þessum friðsömu mótmælum segir þau hafa aukið samkennd fólks í ríkjunum 3. Mark Nutt doktor í sagnfræði. Hann var gestur á ráðstefnu og myndasýningu heimskommunismann á vegum rannsóknarseturs nýsköpun og hagvöxt, Varðbergs og Alþjóðamálastofnunar. Nutt var einn þeirra sem tók þátt í Baltic Way eins og keðjan nefndi eða leið Eystrasaltsríkjanna sem náði frá Vilnius til Tallinn. Yes, I took part and there was about 2 to 3 million people from all Baltic countries who took part of that, so it's much bigger number of people as the whole Estonian population is. Nutt telur að þessi athöfn sem var tíma í heimsmetabók Guinness hafi styrkt samkenndina meðal íbúa ríkjanna 3. Þá hafi þessi aðgerð sýnt Sovétmönnum að íbúar landana þráðu sjálfstæði. Nutt var kosin á eistneska þingið 1992, ári eftir sjálfstæði, og hlaut kjör 5 sinnum til viðbótar. Hann telur að stórstígar framfarir hafi orðið í Eistlandi frá sjálfstæði. So to compare Estonia with 1991, it's like night and day. So I think that everyone who visited Estonia, also from Iceland, saw it. And so today, I think that those process what we already did during that more than 20 years now teach us how important is independence, how important is a liberty. Mit ihm mit